Síðasti leikurinn ykkar á tímabilinu í Dóminusdeild karla, svona, já, hefði lítið í tímabili, hvernig fannst ykkur? Já, þetta var bara lærdómsríkt tímabil, sko, mjög lærdómsríkt og upp og niður, spiluðum vel nokkra leiki og hafði virkilega gaman til að vinna Keflavík þegar við vorum eiginlega á botninum og þeir á toppnum og góða minningar, sko, en svo er þetta erfitt að missa frábæra leikmenn eins og Chris Kert og Ara Gylfa og Hlyn í meiðsli. Þetta bara tók sinn toll á liðinu, en ég meina þetta var bara skemmtilegt tímabil samt sem áður. Þeir eru ekki alveg beint búin að vera heppnasta liðið á tímabilinu, má segja það. Nei, langt í frá, sko. Ég kem bara inn áramótin og ég leið að ljóst varum að falla. Það var bara að njóta að spila, nota bara sem tækifæri fyrir okkur ungu pungana að reyna að fá einhvern vott af virðingu frá þessum stóru körlum á núti. Þannig að ég segi þetta er virkilega skemmtilegast tímabil mitt í körfubolta að bara fá að upplifa það, spila á móti stóru nördunum. En já, FSU-liðið þeir náttúrulega er ákveðin akademía, þannig að já, liðið er nú alltaf saman í körfubolta. Já. Já, það er rétt. Við erum auðvitað margir hverjir, eins og núna í hóttum í dag held ég séu 5, 6, 7 leikmenn sem eru í akademíunni í skólanum, sko, sem er bara mikið stór hópur af liðinu. Og þetta sýnir sér bara uppbygging og svona ungir pungar eins og við, sko. Við erum bara að reyna að bæta okkur og vera playerar í framtíðinni, sko. Já, þess að sér Chris Kert, Hlynur, Ari, all leikmenn sem voru í akademíunni. Ég var í akademíunni í fyrra ári, ég útskrifaðist. Elli farin út, Geir, akademíunni. Allir þessi strákar, þetta eru bara gaurar sem eru búin að vera voru ekki þekktir fyrir í 10. bekk og síðan koma þær hérna og voru að spila fína mínútur í úrvalsdeild, þannig að þetta er alltaf að gerast hérna, Sólfossi. En þó að tímabili í Dóminusdeildinni sé búið, þá er það ekki mikið framöndan? Jú, það er unglingaflokkurinn. Við ætlum að stefna langt þar, við erum duttum út í bikarnum, illa á móti Grindavík fyrst og það var eitthvað sem við ætlum að reyna að vinna, en við náðum því ekki aftur þannig, við verðum að taka í semstöðin. Það er bara hann. Bestu þakkir og gangi ykkur vel. Takk fyrir.